Góðan dag, kæra landsmenn. Við höfum náð einkaviðtali við hinn mikla COVID-19 og hann frekar að fjaðra hér viðtalið. Góðan daginn. Góðan daginn. Getur kynnt sjálfan þig? Ég er korónavírus, betur þekktur sem COVID-19 og drep aldraða og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Hvaðan komstu? Mér minnir að ég hafi komið frá Wuhan, Kína, þegar var bitið í leðurblöku. Hvernig var heimsfrægur? Það er mjög gaman að vera heimsfrægur og vera alltaf í fréttum eða vinsæll á Twitter. Hvað gerir þú í frítímanum? Hvernig finnst þér þú hafa haft áhrif á heiminn? Mér finnst ég hafa haft mjög slæm áhrif á heiminn og valdið kreppu og einmanaleika í heiminum. Hvað finnst þér slæma orðsporið þitt? Mér finnst orðsporið mitt vera mjög særandi. Ég er bara að reyna að halda mér á lífi. Gotta do what you gotta do. Eða á íslensku, þarf að gera það sem ég þarf að gera. Hvernig finnst þér að ferðast í kringum heiminn? Mér finnst mjög spennandi að fara í kringum heiminn, sérstaklega að skoða Eiffelturninn og Hallgrímskirkju og annað slíkt. Hvernig líður þér fólk reyna að drepa þig? Mér líður afskaplega illa þegar fólk reyna að drepa mig, en ég skil það svo sem alveg. Af hverju fólk er að því að þvo sér hendur og halda 2 metra reglunni, því að þá gengur mér verr að dreifa mér. Heldur þú að þú verði heimsfræg mikið lengur? Já, ég vona það, en allir sem eru að halda 2 metra reglunni, þvo sér hendur og fylgja samkomubanni eru virkilega að trufla mig í því. Er einhver skilaboð sem þú vilt koma á framfæri til þjóðarinnar? Skilaboðin mín eru: hættið að vera svona varkár og hrædd, því að þá er ég ekki að smita neinn og þá er ég ekki að halda mér á lífi. Hann Máni Karl ætlar að fræða ykkur kæra landsmenn korona og svo koma nokkuð viðtöl. Korónavírus, betur þekkt sem COVID-19, er plága á 21. öldinni. Hún hefur valdið mörgum dauðsföllum og mikilli sorg allan heim. COVID-19 byrjaði í Wuhan í Kína seint í desember. Það er talið að veiran hafi komið frá leðurblökum á markaði í Wuhan. Veiran hefur fljótt dreifst allan heim og hefur COVID núna valdið í kringum 191.000 dauðsföllum. Það var lagt fyrir samkomubann á mörg lönd ásamt Íslandi, en sumir taka því minna alvarlega en aðrir og gera sér ekki grein fyrir hættunni sem stafar af þessari veiru. Einnig hafa mörg fyrirtæki annaðhvort farið á hausinn eða tapað miklum peningum vegna samkomubannsins og hefur helling af fólki nú þegar misst starf sitt. COVID-19 hefur valdið því að 70% eldri borgara eru einmana og ástæðan fyrir því er hreinlega sú að ef þú ert á sextugsaldri eða með undirliggjandi sjúkdóma þá eru hærri líkur á að þú deyrð af völdum veirunnar. Á öllum þessum tíma hefur fólk leitað í einhvers konar afþreyingar eins og til dæmis á samfélagsmiðlum eða á miðlum eins og Netflix. Það var allt fundið upp á tímum 4. iðnbyltingarinnar. En hvaða eldri kynslóðir sem eru í mikilli hættu að gera heima? Hvað hefur tæknin sem var ekki til í þeirra ungdæmi hjálpað þeim? Já, vegna aldurs er ég í áhættuflokki. Ég er 74 ára. Já, ég tel mig vera það þegar ég er orðin 78 ára gömul, þá hlýt ég að vera í áhættuhópi. Já. Já. Öll yfirvöld sem hafa komið að þessu svona heilsufarslega hafa tekið afskaplega vel á þessu.
Það er miklu flóknara hvernig á að taka við á efnahagslegum afleiðingum og það er alls ekki komið í kring. En það sem komið er bara allt í fínu lagi. Ég er bara mjög ánægð með hvernig yfirvöld hafa tekið á þessu ástandið, sérstaklega fagfólkið. Ég hef prófað að halda fjarlægð þegar ég fer út að ganga, þá reyni ég að halda mig í 20 metra fjarlægð frá þeim sem væti. Og svo höfum við nú verið hérna eiginlega mest inni við nema þegar við höfum farið út að ganga upp á núna seinustu vikurnar til þess að reyna að forðast smitt. Ég hef forðast að vera í nágrenni við annað fólk eða koma nálægt öðru fólki. Haldum mér heima. Það er eins lítið og ég get út. Vinna bara einu vinnustað í staðan fyrir 2. Það sem að breytti mestu í daglega lífi það var það að þeir voru hætt bæði með þeir voru búið að loka sundlaugunum og þeirra leikfiminn hætti og þeirra bókbandi hætti. Annars, þetta félagsstarf, það er nú, annað hefur svo sem ekki breyst mikið hér heima. Þær hafa breytt því allnokkuð. Ég hef til dæmis ekki farið í verslun núna í 5 vikur. Fyrir í dag og já, maður hefur ekki haft samskipti við annað fólk svona persónulega síðustu 5 vikur. Það ég hef ekki getað að fara út og heimsótt börnin mín. Minna samband við fjölskyldur mín og vini. Ég hef verið að prjóna og svo fór ég að sauma út sem ég hef ekki gert í fleiri ár og svo hef ég verið svolítið dugleg að fara út að ganga og svo glatt á sjónvarpið. Þá hef ég verið út í bílskúr að taka til þar og gera fínt. Vinna meira heima og taka til hjá mér og svo er ég fullri vinnu. Nei. Nei. Já. Ég myndi kannski ekki telja það, en samt hefur það hjálpað. Nei, það er ekkert slíkt. Nei. Já, hún hjálpaði það. Við gáttum að borða saman afmælisdaginn minn út á tækninni. Nei, ég hef ekki lært neina tækni. Nei. Ég veit það ekki, bara veit það ekki. Sko, það er náttúrulega, maður bjó náttúrulega í Litlabæ, bæfélagi, þegar maður krakkir. Þegar það var ekki svona, þá var maður bara, maður hefði bara verið úti. Já. Bara út að leika sér. Já, reyndar. Já, það er eftir hvað þú kalla nútíma tækni, það er nútíma tækni að nota Netflix. En við höfum ekki notað það mikið en svona aðeins en maður har hort mikið á þætti í sjónvarpinu sem maður myndi sjálf gera minna af ef ekki verið þetta bann. Það hefur verið allt í lagi fyrir mig en ég hugsa að fyrir mjög marga aðra, flestalla aðra hefði það verið mjög erfitt. Og það hefur hjálpað mjög mörgum að geta unnið heima vegna nýju tækninnar. Já, hún har breytt mjög miklu. Það har verið, maður getur að vera meira í sambandi við eins og börnin sín og svo ég lesið og þá sem þykja vænt. og gert ekki neitt. Það hefur verið umrætt. Hann Máni Karl ætlaði að fræða ykkur meira korona og svo koma fleiri viðtöl. En fyrst koma auglýsingar.
Tæknin hefur gert lífin okkar auðveldari og einfaldari. Nú til dags hægt að taka upp ofurtölvu úr vasanum og leita á netinu að hverju sem er. Í sumum tilvikum þarftu ekki einu sinni að taka upp símann. Þá segir maður bara Hey Siri eða OK Google og svo það sem þú þarft að vita eða gera. Þessi tækni hefur hjálpað gríðarlega mikið í bardaganum gegn nýja faraldrinum sem gengur yfir heiminn. COVID-19 sjúkdómurinn hefur borist hratt milli landa. Nútíma samtenging heimsins hefur svo sannarlega ekki hjálpað við það að lágmarka útbreiðslu COVID-19. Tæknin samt að hjálpa okkur mikið nú þegar faraldurinn er svona stór. Með hlutum eins og COVID-appinu mun auðveldara að rekja smit og setja fólk sem í hættu að hafa smitast í sóttkví. Á þessum tíma tækninnar líka mun auðveldara að halda utan gögnin hvernig útbreiðslan að fara og hverjir eru smitaðir. Fólk frá öllum hornum heimsins að koma saman og hjálpa einstaklingum sem berjast fyrir okkar hönd á vígvellinum. Fólk með aðgang að 3D prenturum hefur verið að prenta út ýmsa hluti sem hjúkrunarfólk notar til að takast á við veiruna, svo sem andlitslífar, hluti í öndunarvélar og margt fleira. Margir verkfræðinemar út allan heim að leggja saman heilana sína til þess að hanna nýjar og einfaldari öndunarvélar til þess að hægt sé að framleiða þær fljótari og nákvæmari. Stór fyrirtæki að slást í hópinn líka, tök sem dæmi Lego, vel þekkt og elskað fyrirtæki. Núna Lego að framleiða þúsundir andlitslífa í verksmiðjum sínum fyrir hjúkrunarfólk. Að auki hefur tækni stytt mörgum stundum sem eru heima í sóttkví. Hlutir eins og Netflix, samfélagsmiðlar og tölvuleikir hafa svo sannarlega verið notaðir mikið til afþreyingar eftir samkomubann. En eldri kynslóð þjóðarinnar að nýta sér tækna á eins hátt og við yngra fólkið? Þá ég viss að þetta voru bara mjög slæmur faraldur vegna þess að þá voru engin viðbúnaður til þess að taka við fólki sem var veikt. Það allt í lagi með þá sem verða lítið veikir en þeir sem verða mikið veikir, það líklegt að þeir hefðu bara dáið. Það hefði bara verið skelfilegt. Þá hefði fólk bara dáið. Það voru engin sjúkrahús og engar öndunarvélar og engin hlífðarbúnaður og allt það sem við höfum í dag. Þannig að það hefði örugglega mjög margir veikst og dáið. Ég held hún hafi verið slæm. Ég held að áhættan hafi ekki verið mikil þar sem ég bjó í sveit. Við höfum hér annað viðtal, nema þetta í gegnum myndspjall og með korona fórnarlambi að nafni Þorleifur Jónsson. Núna hefst viðtalið. Varstu hrædd að fá COVID-19? Já. Ég var svolítið hræddur að fá COVID af því að ég er með lélegt ofnæmiskerfi og náttúrulega sumir sjúkdómar sem eru hættulegir öðru fólki geta verið mjög hættulegir fyrir mig og jafnvel banvænir. Þannig að ég var svolítið mikið að spá í þessu í byrjun. Hvað varstu að gera þú fæst COVID-19? Þegar allt þetta COVID var að byrja í Danmörku þá var ég undirbúið mig fyrir námsferð og vorum að fara til Englands og þá var ég tjekkaði náttúrulega svolítið á því hvort að það væri smitt í Englandi en England var þá bara á grænum lista þannig að ég fór í námsferðina og bara var mjög gaman. Þegar ég svo kom heim úr námsferðinni þá var alveg allt COVID-paník byrjaði hérna í Danmörku og deginum eftir ég kom heim þá lokuðu þeir öllum skólum og allar búðir voru lokaðar og stórverslanir lokaðar og þeir mæltu með að fólk væri heima úr vinnu. Allir opinberir starfsmenn þeir áttu líka að vera heima. Þannig að ég kom svolítið í paník í mig þá og svo eiginlega bara kvöldið, sama kvöld, þá var ég veikur með hita og deginum eftir þá lá ég fárveikur, 40 stigi hita
höfuðverk, bara leið mjög illa. Og þá var ég eiginlega svolítið viss að það væri COVID. Þetta var svona einkenni sem ég hafði aldrei fundið áður. Þungt fyrir brjósti og mikill hiti. Hvernig fannst þú út að það hafi COVID-19? Já, fyrstu 2 vikurnar var ég rosalega veikur og gat illa dregið andan og þá var ég svolítið hræddur. Líka þegar ég var náttúrulega í einangrun, þannig að maður hafði heldur engan að tala við eða neitt til að fylgjast með manni þegar maður var svona veikur. Og ég vissi það náttúrulega að ánæmiskerfið mitt lélegt, þannig að ég hefði getað dáið, sko. Hvernig hefur það verið að hafa COVID-19? Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég var mjög veikur í 4 vikur og svo ég búinn að vera bara mjög slappur og ennþá hóstandi núna 6 vikum síðar. Þetta búið að vera mjög langur tími að vera veikur. Hvernig smitaðist þú? Ég veit ekki hvernig ég smitast en ég líklega smitast í Englandi. Ég var ekkert mikið að spá í smitunum þá, maður sprittaði hendur en við vorum á hóteli og maður fór líka og fékk sér bjór á kvöldin, þannig að maður var innan með fólk. Ég er líklega að smitast þar. Hvernig einkenni fékkstu og hversu slæmi ástandi varst í? Og eins og segi ég mjög háan hita og beinverki, mjög illt í hausnum og svo fékk ég mjög þungt fyrir brjósti og leið mjög illa, mjög illt í lungan, oft erfitt með að anda. Þannig að eins og segi ég hélt kannski að ég væri bara leið í gröfina, þannig að ég var í slæmu ástandi. Hvað hefur þú gert meðan þú haft COVID? Ég var rosalega þreyttur með COVID, þannig að ég svaf eiginlega bara 20 tíma á sólarhring. En svo er ég bara búinn að horfa eitthvað sömu séruna aftur og aftur. Það sofnaði eftir 5 mínútur og svo eitthvað nýtt. Þannig að það var bara mest verið sofinn í rúmið á Netflix. Hefur einhver heimsótt þig meðan þú varst með COVID? Já, ég gat ekkert sjálfur farið út að versla, þannig að ég hef fengið matsendan heim. En hann hefur bara verið skilinn eftir fyrir utan hurðina hjá mér, þannig að ég hef ekki talað við neitt. En svona ég horft að fólki í gegnum gluggann. Hvernig er COVID ástandi í Danmörku? Það er eitthvað að batna núna, það er búið að vera, skólarnir eru opnir aftur, en allar stórverslanir er ennþá lokaðar og það er samkomubann og það er lokað inn í landi, þannig að maður getur ekki farið inn á ferðalög eða koma engin túristar heldur inn. En í Danmörku er svona COVID-smitið svona nokkurn veginn að jafna sig, en það eru samt sem áður, held ég, 400 dauðir í Danmörku, sko, og 20.000 smitaðir, þannig að, nei, 8.000 smitaðir í Danmörku, og 400 dánir. Þekkir þú einhvern annan með COVID-19? Nei, það var einn vinnufélag minn sem var líka í þessari ferð. Hann var mjög veikur í 1 viku. Hann hefur líka verið með COVID. En hann var ekki svona mikið veikur eins og ég. Og er orðinn frískur aftur. Er einhver skilaboð sem þú vilt koma á framfæri til fólk sem heldur að COVID-19 sé bara mild flensa sem þarf ekki að taka svona alvarlega? Já, það var náttúrulega að segja sko að þó að
kannski vil segja við það fólk að þessi sjúkdómur er alltaf banvænt fyrir suma og þess vegna er mjög mikilvægt að virða reglur, umgengnisreglur, svo maður sé ekki sjálfur að smita annað fólk. Þó maður sjálfur kannski fá milda flensu, þá eru alltaf 450 dánir í Danmörku og yfir 200.000 dánir í heiminum af þessum sjúkdómi. Þannig að mér finnst að fólk þurfa að hugsa það að passa upp á aðra og ég sjálfur myndi ekki vilja hafa það samviskunni að vera að smita fólk og dreifa smiti sem getur drepið fólk og svona ætla maður verði að taka þessu alvarlega. Takk fyrir að hafa fréttina í dag. Við kveðjumst í sen. Þetta voru landsfréttirnar Ferða til þín af CPN.